á svo marga vegum. Veðrið var ágætt, náttúran einstök, félagsskapurinn góður. Ég hafði gengið úr skuggum það áður en ég skráði mig til leiks að okkar einvala lið í almanna- og veiruvörnum hafði lagt blessun sín yfir hlaupið og hér var allra öryggisreglna gætt og fólk sýndi því skilning að við þurfum að hafa bil á milli okkar og hlaupararnir voru kátir og glaðir og sýndu mér nú ekki þá virðingu að taka ekki fram úr mér en einstaklega skemmtilegu viðburður og gott dæmi um það sem við getum gert í ferðamennsku á Íslandi finnst mér. Við getum hvatt okkur sjálf til dáða og svo þegar alþjóðasamfélagið er að komast í eðlilegt horf með tíð og tíma þá getum við kynnt Ísland sem land hinnar hreinu náttúru, landi þar sem fólk getur komið og hlaupið í óviðjafnanlegu umhverfi hér fyrir norðan, fyrir vestan, fyrir austan og þannig komið okkur aftur af stað, sprett úr spori. Hvernig varstu búinn að setja þér markmið með tíma fyrir hlaupið eða var þetta einungis gaman skert? Ég var einu sinni kappsamur ungur maður, núna keppi ég við sjálfa mig. Við hefum bókað far með bátnum klukkan 5 og það var eiginlega það sem keyrði mig áfram að ná því. En sko allir taka svona áskorunum á eigin forsendum, sumir keppa við tímann, aðrir við sjálfan sig og fyrst og fremst fyrir mér er hreyfing nauðsynleg. Mér finnst svo gott að geta farið út í náttúruna, hlaupið, hjólað, gengið. Það er ekki til, það er eitt einasta vandamál sem versnar við það að fá sér góðan göngutúr eða hlaupatúr. Lentur ykkur hrakförum í hlaupinu? Nei, ég hruflaði mig aðeins í hrauninu og þurfti að láta hérna hendurnar taka fallið en eins og segir í fornum sögum sko, ei skal haltur ganga meðan báðir fætur eru jafn langir þannig að þetta var ekki til þess að gera við út af. Glæsilegt, takk hérlega fyrir. Já, takk svo leiðis og bara ég óska öllum hlaupurum til hamingju og skipuleggjendum þakka ég fyrir frábæra frammistöðu. Glæsilegt.